Egilsstöðum hefur nú opnað brugghús sem nefnist Askur Taproom í sama húsi og bjórinn Austri er bruggaður. Frá brugginu yfir í dælurnar er aðeins einn glerveggur á milli, svo gestum staðarins gefst tækifæri til þess að líta á öll tækin og tólin sem eru á bak við framleiðsluna á vegum staðarins. Þetta er svona brugghúsbar eins og er rosalega vinsælir út í heimi og er að aukast alveg rosalega hérna á Íslandi, bara að menn séu með sinn hverfis pub og hverfis brugghús. Nú heitir þetta ekki Austri Taproom, þetta heitir Askur. Hvaðan kemur það? Við vildum bara gefa staðnum svona smá sérkenni og halda því samt í línu því eins og Austri brugghús kemur nafni úr norrænni goðafræði og okkur leist vel á það svo við tókum okkur nafn úr norrænni goðafræði líka, Askur, Yggdrasils. Við erum með svona lítið kraftbrugghús þannig að við erum mjög tilraunakenndir og förum víðan völl, prófum alls konar nýja hluti og reynum að nýta hráefni hérna úr nágrenninu. Hvað ertu með hérna á dælunum? Það sem ég er með hérna núna eru alls konar bjórar. Einn vinsælasti bjórinn hjá okkur núna er hérna á dælu 6. Það er Skessan sem er Wasabi Infused Double IPA sem við höfum verið með í framleiðslu. Við erum með hérna hráefni wasabi lauf úr wasabi framleiðslunni hérna í Fellabæ en við notum svona hráefni úr nágrenninu. Ekki nóg með það heldur wasabi bjór, þetta er eitthvað sem þetta er hvergi annars staðar á Íslandi? Nei, þetta er einn fyrsti sinnar tegundar. Þannig það er alltaf gott að reyna að gera eitthvað svona nýtt og öðruvísi. Og hérna ertu með rauðöl? Já, hérna erum við með íst rauðöl sem er einn fyrsti bjórinn sem við byrjuðum að brugga, bagallinn. Og skýrum alla bjórana eftir fjöllum hérna í nágrenninu og einkennum bjórana með þeim. Og bagallinn var einn af þeim fyrstu sem við byrjuðum að brugga hérna í febrúar í fyrra. Þetta er töluvert tilraunamennska, þetta hlýtur að vera alltaf skemmtilegt að búa til nýjan bjór. Já, það er mjög skemmtilegt að sækja sér innblástur og prófa eitthvað nýtt og bara fara út í að búa til eitthvað nýtt og þú veist aldrei nákvæmlega hvað verður úr því, sko. Innblásturinn í þessa bjóra, hvaðan sækirðu hann? Bara úr bjórmenningunni í heiminum og Íslandi og maður bara kynnir sér hvað þeir eru að gera og sér svona hvað annarkvort vantar eða hvað er gott að koma inn. Og þetta ferli eins og wasabi, þá ertu með eitthvað ákveðið hráefni og svo reynir að koma því inn í bjórinn eða ertu að búa til eitthvað bragð, er þetta bara mismunandi? Þetta er alveg mismunandi, hvort það er dettur í hug fyrst eitthvað sem þú þarft að stílisera bjórinn með eða hvort það er eitthvað hráefni sem þú dettur bara inn á eftir að smakka bjórinn og hugsa bara að það væri fullkomið að bæta hann með einhverju ákveðnu. En það er alltaf jafnar. Er einhver sérstök aðferð við að drekka bjórinn? Hvernig á maður að drekka hann? Bara hóflega myndi ég segja. Hvaða möguleikar opnast við það að vera með bruggverksmiðjuna bara hérna í næsta herbergi? Það eru náttúrulega bara mjög margir. Það er náttúrulega bara mjög gott fyrir kúnnan að hafa nánd við vöruna, sjá bara hvað þetta er framleitt, finna þá nánd og svo bjóðum við líka upp á alls konar kynningar, kynnum þetta fyrir starfshópum og ferðamönnum að koma hérna og skoða og fá fræðslu allt framleiðsluferlið. Hvernig með hráefni? Þú sækir hráefnið eitthvað í svæðið en það sem fellur af, fer það það fara í dýrafóður sums staðar? Við höfum verið að gefa hratið sem fellur af meskingunni. Við höfum verið að gefa það í nautafóður aðalega. Svo fer þetta líka inn í einhverjar endur og svín og alls konar. Bjórmenningin hérna á Íslandi, það var heldur betur bæst í flóruna þar svona á síðustu árum. Já, algjörlega. Bara á seinustu einhverjum 4 opnum hafa opnast flest þessi brugghús sem eru núna og eru farin að telja einhver 23 held ég núna. Og það er bara vonandi að fara að halda áfram. Hvernig það er nú þetta mörg brugghús út all land? Eru þið í einhverjum samskiptum? Eru þið í einhverjum hóp á Facebook? Já, við erum með samtök íslenskra handverksbrugghúsa. Það eru náttúrulega miklir hagsmunir þegar það eru svona mörg smá brugghús og við erum með samtök til að gæta þeirra hagsmuna og gerum það til þess að við gáum út hérna svona bækling með korti af öllum brugghúsunum sem eru komin all land og vinnum svona svolítið saman í svona málum. Þannig að hérna getur maður bara þrætt landið og smakka mismunandi bjóra. Já. Farið bjórhringinn Ísland? Já. Það þurfti bara að byrja að skipulegar ferðir á þessu. Þetta koma til Íslands að taka bjórhringinn. Þetta náttúrulega vinnur allt rosalega vel saman ef fólk er
smakka bjórinn á einum stað, þá fær það meiri áhuga á að smakka kannski líka bjórinn á hinum staðnum. Svona fá alla flóruna. Þannig að núna bara á síðustu árum þessi uppgangur, nú er þetta markaðsetta Ísland sem bjór áfangastað. Já, það er alveg pottþétt þætt og svo þurftum við í samtökunum bara að slá í hérna góða bjórhátíð og vinna vel saman. Hann var í október þá? Ja, 1. mars bara. Já. Hafa ferðamenn mikið verið að sækja þennan bar hér? Já, sérstaklega kannski amerískir ferðamenn. Þeir eru stór hluti af ferðamönnum á Íslandi núna og þeir eru svo vanir þessu í sínu nærumhverfi að vera með sitt brugghús og einhver brugghús í hverfinu og fara á þau eftir vinnu og smakka bjóra. Þannig að þeir koma hérna mikið alla vikuna og koma og smakka alls svona bjóra. En hvernig er það? Það hlýtur að gefa þér líka dálítið að vera ekki bara inn í brugghúsinu að brugga bjórinn. Hérna getur þú staðið við barborðið og séð viðbrögðin hjá fólki þegar það tekur sopan af bjórnum sem þú ert að brugga. Já, það er náttúrulega mikilvægt að fá svona viðbrögðin frá kúnnunum og auka þessa nánd við kúnnan og vita svona við hverju fólk býst við og hvað ætlast til af bjórnum. Svo getur þróa hann eftir væntingum kúnnans líka. Er fólki hérna eitthvað að skjóta þér hugmyndum hvað það vil sjá í bjórunum? Já, menn eru með alls konar hugmyndir allt þetta, misgóðar. Kannski fleiri hugmyndir eftir því sem líður á kvöldið? Já, það er yfirleitt þannig.